Hver munurinn á greiðslumati og lánshæfismati? Lánshæfismat í rauninni bara svona sagan þín. Þú ert með ákveðna lánshæfiseinkunn sem að segja bankanum hversu líklegt það að þú borgir lánið tilbaka á réttum tíma. Greiðslumat hins vegar hversu hátt lán þú getur tekið. Það í rauninni bara hvað áttu mikinn pening eftir þegar þú ert búin að borga að láninu. Seðlabankinn búin að setja hámark á hlutfall greiðslubyrðar, þannig að það má ekki vera meira heldur en 65% eftir af laununum þegar þú ert búin að borga af láninu, eða 60% hjá fyrstu kaupendum. Yfirleitt ekki hægt að fá greiðslumat fyrir eftir að það komið samþykkt kauptilboð, en þú getur alltaf fengið bráðabirgðagreiðslumat og það bara frítt á netinu. Þannig að ég mæli með því að allir fái það áður en þau fara á opin hús og sérstaklega áður en þau gerir tilboð. Af því að það ekkert leiðilegra heldur en að lenda því að vera komið samþykkt tilboð, allir eru mjög spenntir og síðan fellur kaupandinn á greiðslumati. En ef þú ert með einhverjar spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, þá máttu senda skilaboð á mig á steingrímur@húsaskjól.is eða skilaboð á samfélagsmiðlunum.